Komið blessuð. Ég held að ég sé að þeirri kynslóð stráka og kalla sem ekki lærðu að elda. Ég kannski læri að þessari yndislegu konu sem ég ætla að hitta hér í hvítum áfum, Hjördís Stefánsdóttir, hússtjórnarkennari. Hún veit allt um þetta og ég ætla að spjalla við hana. Sælir, drengir. Allt tilbúið náttúrulega? Já, hendur að koma. Það ekki? Bara að kveikja á kertum og hafa þetta hugulegt. Akkurat. Það er mest að fara í það. Ekki kveikja á ljósinu, já. Já, svona. Já, hérna er þetta. Við ekki hafa kerti. Já, þetta er hefðilegt. Já, hana. Hana. Heyrðu, þetta er hljómandi. Jæja, Hjördís, vertu velkomin. Þakka þér fyrir. Nú er ég búinn að plata þig líklega alla leið austan úr Reykjadal. Eða hvað? Já, en ég er nú hérna dálítið með Anna Fóteinsson. Já, er það ekki? Jú, jú. Kennir hérna í verkmenntaskólanum. Já. Hver eldar á þínu heimili? Það er ég. Það er þú? Já. Maðurinn mér segist nú ekki vera að grípa fram fyrir hendurnar á fagmanni. Nei, en stundum er það svo að fagmenn gera yfirleitt ekkert af heimilinu sínu. Já, það er öðruvísi með konur, held ég. Já. Annars er hann mjög duglegur að aðstoða mig og við hjálpumst nú gjarna að. Eru þið þá bara tvö heima núna, sem sagt? Já, við erum dálítið mikið tvö. Já. Þetta er allt orðið fullorðið. Er hægt að spyrja hússtjórnarkennara hver sé uppáhaldsmaturinn? Já, það er alveg hægt. Já. Og ef ég á að svara því bara mjög snöggt og eiginlega án umhugsunar, þá er það góður sjósíinn fiskur með hamsatólg og góðum kartöflum. Helst ræktuðum heima hjá mér í ylvolgum jarðvegi. Já. Þannig að þú ert ekkert að velta þér upp úr hamborgarhrygg eða rjúpum eða þess aftar? Nei, ég fæ alltof mikið, eða svo mikið af alls konar blönduðum mat og það sem sumir kalla fínum mat. Já. En ég er dálítið hrifin af ýmsu gömlu góðu sem að maður fær sjaldan. Er það þá bara eins og á við fólk sem er ekki táningar eða ungt í dag að það er að segja að það bara er það sem að hefur verið á þeirra heimilum eða þess aftar? Þú bara þér finnst góðu matur sem þú ólst upp við? Ég held það. Og ég hef oft sagt þá við systur báðar að þegar við vorum að koma að sunnan í frí svona á okkar skólaárum þá spurði mamma gjarnan hvað okkur langaði í kvöldmatinn. Það var nefnilega flogið seinnipartinn á daginn til Húsavíkur. Það var sjósíinn fiskur, það var alltaf síinn fiskur og oft svona rísmjölsgrautur með kanilsykri og saft. Já. Berjasaft, náttúrulega aðalbláberjasaft. Já, sjálfsög, aðal. Já. Og þetta er dálítið gott að fá einstaka sinnum. Og ég síinn fisk á Þorláksmessu og það eru fleiri í minni fjölskyldu sem gera það. Já. En ekki skötu. Nei. Ég ólst ekki upp við hana. Já. Og hvorugt okkar hjóna. Þannig að síinn fiskurinn er bara okkar mál. Og svo er harðfiskur og hákarl gjarna í hádeginu aðfangadag þá með einhverju fleiru. Já, og eins og var hjá amma og afa. Já, þetta er þessar venjur sem að fólk heldur sér svo mikið við sem er... Já, einmitt til hátíðabriða. Já, þið þykir ekki gaman að því? Jú, alveg sérlega. Já, en það sem þú ert að kenna í verkmenntaskólanum á Akureyri, þekkir þetta unga fólk sem að það er hjá þér í námi, þekkir það svona venjur? Það eru margir sem þekkja þér, vegna þess að þeir eru svo heppnir að eiga ömmur og afa og jafnvel langömmur og langafa. Og segja gjarna, nei þetta er aldrei heima, en þetta er hjá ömmu. Já. Og þeir sem kynnast þessu sem börn, þeir kunna oft mjög vel að meta þetta. Þegar þú ert að kenna unga fólkinu í skólanum, hvað segir þið til dæmis hákarl eða þorramat og þess aftar? Nú er þorrinn og ertu eitthvað með þetta í kennslunni núna? Já, við tökum þorrann fyrir og fræðum það á. Það er náttúrulega gamla tímatalið og svo er þessi gamli íslenski hefðbundi matur sem við köllum og það er bæði súrmaturinn og nýsoðið
Og við erum með þá að vera bara núna í vikunni þá að vera þorramatur. Og í síðustu viku varum við saltkjöt og baunir og vorum þá að steikja kleinur og ástapunga og við tökum svona ýmsar hefðir fyrir og þau læra að gera kjötsúpu en við erum ekki að setja í súr eins og var hér áður. Nei, þið gerir ekki svoleiðis. Nei, það er bara ekki inn í, þetta er sko svona grunnur að iðnnámi og það er ekki inn í námsferlinu. Þetta unga fólk sem að þú ert að kenna í verkmenntaskólanum, á hvað aldri eru þau? Þau geta komið beint úr grunnskóla, 16 ára gömul og eru þá til 18 ára eða jafnvel sumir eldri og allt upp í fullorðið fólk þess vegna. Já. Þannig að það er svona mismunandi hverju þau hafa kynst. Já. En þetta er sko val. Þetta er ekkert eins og í gamla daga í gagnfræðaskóla sem að stelpur fóru í matreiðslu og strákar í smíðar. Nei, þetta er val og það eru nú til dæmis núna, það eru fleiri strákar heldur en stelpur í þessu námi. Af því það eru svo margir sem ætla að vera kokkar. Svo breytist það vegna þess að þetta er grunnnám og það er kynning á matvælanámi. Og þarna er það að ræða að þú vilt kannski eftir svona nám fara og verða bakari. Já. Þú ætlar kannski að verða þjónn, kjötiðnaðarmaður eða matardæknir og geta séð sérfæði á sjúkrahúsum. Og þannig að þetta er kynning og þú vinnur við þessar aðstæður í skólanum sem eru í boði og mjög glæsilegar aðstæður og svo ferðu á vorönninni í vinnustaðanám í heila viku á vinnustað og skilar þar 40 stunda vinnuviku. Og þá opnast oft ýmsar leiðir og breytist kannski áhugasviðið. Og jafnvel ertu svo efnilegur að þér er boðið vinna í sumar og í framhald af því námssamningur. Já. Þannig virkar þetta nú dálítið. Sérðu það þegar unga fólki kemur, byrjar aðeins að vinna, byrjar að læra, getur þú fundið að hvað úr þessu fólki verður, eða hvert þau snúa sér? Já, mjög oft. Já. En sem betur fer þá koma sumir dásamlega óvart. Já. Og sækja svo í sig veðrið og greinilega fá svo mikinn áhuga. En við vitum það er í svo mörgum störfum að fólk hefur eitthvað í sér. Það er eitthvað sem veldur því að þú velur akkurat þetta starf en ekki hitt. Já. Það hefur aldrei komið fyrir einhverju komið, vilja læra, fara í þetta, en þú hefur sagt, farðu frekar í húsasmíði, það myndi henta þig betur. Það er einn góður vinur minn og nokkuð þekktur sem var hjá mér á Laugum hérna á árum áður og hann var á íþróttabraut. Efnilegur íþróttamaður og ég kenndi þeim bæði næringafræði og matreiðslu. Svona verið að reyna að höfða til þeirra einhverja hollustu. Þannig að getur nú leiðbeint unga fólkinu sem þið væri að meðhöndla. Ég þekkti hann nú vel og til hans, foreldrar hans og ég sagði við hann, heyrðu Völli minn, hvað ert þú að gera hér á íþróttabraut? Þú átt að vera kokkur. Ha, sagði hann. Ertu að gera grín? Ég sagði, nei, ég er ekki að gera grín. Þú hefur þetta svo í þér, þú átt bara að læra þetta, svo getur þú bara verið í íþróttum eins og vilt. Og í framhaldi af þessu fékk hann nemapláss og var í Perlunni og tók nú þátt í keppni strax, í nemakeppni og náttúrulega vann þar. Og svo er ansi margir sem þekkja hann Völund Snæ Völundarsson, eðal kokk. Já, sem hann fór svo til Bahama. Já, og var þar með hótelrekstur í fleiri ár. Já. Og er afskaplega skemmtilegur. Hjördís, hvaðan ertu? Ég er fædd og uppalinn á Húsavík. Já, eins og einhver myndi segja. Já, ég er nú hrædd það. Já. Í þessum góða árgangi 1948. Já. Stórum og miklum. Ertu þá ekki fyrrverandi íþróttakona og handboltakona og þess áttar? Jú, það. Það voru allir krakkar á Húsavík í handbolta og fótbolta? Já, og við vorum þarna í handbolta og Villi Páls þjálfaði okkur. Frábær þjálfari. Og Védís, konan hans, kenndi okkur stelpunum leikfimi
í framhaldsskólanum og hún var ekki síður frábær, þau bæði hjónin. Já. Þar lærðum við þjóðdansa hjá henni. Já. Og hún kom með marga nýjungar fyrir stúlkur í leikfimi. Eins og? Já, til dæmis þjóðdansana og ýmsa fimleika. Já. Og blak og fleira. Það var svona, þau voru bæði mjög lifandi og skemmtileg og eru enn í dag. Það er náttúrulega þekktar frá Húsavík, Arnþrúður og hérna Jónína, eru þær þarna eftir þér eitthvað? Já, þær eru yngri sko. Já, þær eru eftir sko. Já, en þetta var þetta voru hörku krakkar frá Húsavík. Já, og við kepptum á landsmótinu á Laugarvatni, minn hópur. Já. Síðan var það nú bara vildi þannig til að það voru ansi margar úr þeim hópi sem fóru bara í nám til Reykjavíkur. Það var ekkert að hafa annað en að fara til Reykjavíkur. Nei. Ef þeir langaði að læra eitthvað. Nú, en Akureyri? Jú, það var þá bara menntaskólinn í sjálfu sér. Já. Og ef þú varst ekkert endilega að hugsa það voru margir sem voru að fara í alls konar annað nám. Já, inninnám og þess aftur? Já, en það voru að fara í kennaranám og leikskólakennaranám eða fóstrunám eins og það var, hjúkrunarnám. Þá þarf að sækja allt til Reykjavíkur. Já. Og þá þurfti að fara að leigja sér húsnæði og það hefur alltaf kostað dálítið að vera utan að landi. Já. En hvaða leið fórst þú? Ég fór þegar ég var 17 ára, þá fór ég í Hússtjórnarskóla Reykjavíkur. Já, þurfti suður. Já, þurfti suður. Já. Ég gat farið hér á Laugalandi eða eitthvað nær eða í Lauga, en ég vildi fara lengra. Já, hverju? Já, bara sjá mig meira ég þekkti þessar slóðir hér vel. Já. Og systir mín var búin að vera 2 árum áður í Húsmæðraskólanum og ég var þarna heilan vetur og í beinu framhaldi af því fór ég í Hússtjórnarkennaraskólann. Var það þá ekki kennaraskóli, þetta Hússtjórnarkennaraskóli? Já, það var sérskóli sem útskrifaði framhaldsskólakennara. Já, það var þannig. Og af hverju vildur endur færi þetta? Af hverju fórst þú ekki hjúkrun þá eins og vinkonur? Já, það var nú svo, kennararnir ræddu dálítið það við okkur, hvað við ættum nú að læra. Já. Og það var bæði talað að ég ætti að fara í handavinnukennaran. Já. Ég var dálítið mikið fyrir handavinnu. Síðan sagði matreiðslukennarinn að ég ætti að fara í Hússtjórnarkennaraskólann. Já. Og svo sagði ýmsir að ég ætti að fara í hjúkrun. Ég myndi verða góð í því. En niðurstaða var svo að ég fór í Hússtjórnarkennaraskólann og sá ekkert eftir því. Nei, en samkvæmt hérna myndum sem eru á borðinu sem eru margar mjög skemmtilegar. Hér til dæmis hér mætti halda að hér væri hjúkrunarfræðingar á ferð. En það er nú eitthvað allt annað. Já, það er svolítið sérstakt að bæði á þessum tíma þá voru bæði hússtjórnarkennarar og hjúkrunarfræðingar með svona kappa á höfðinu. Já. Og við vorum með stífaðan kappa. Og fyrstu árin eftir ég fór að kenna þá var ég alltaf með svona kappa. Nú er maður með miklu léttari og einfaldari kokkahúfu. Já. Eða hatt, það er svona mismunandi höfuðfatt. Já. En þetta er úr Hússtjórnarskóla Reykjavíkur sem hann heitir í dag. Og það er akkurat í haust 50 ár síðan að ég settist þarna á skólabekk. Það er nú svo ágætt. Já. Og hér er ég með 2 vinkonum mínum, önnur fór í ljósmæðranám og hinn fór í hjúkrunarnám. Já, þannig að þær hafa farið í líka. Já, við dreifðum þessu svona milli, bróðurlega. Hérna erum við kalt borð, mikla veislu sem var haldin, foreldraboð. Þetta er samkvæmt þessari mynd er þetta náttúrulega, þetta er bara sýning. Já, þetta gerðist ekkert flottara. Nei. En hvað svo? Ætlaðu þér að verða hússtjórnarkennari, ferði í þetta og hvert ferðu svo? Ég fór í Hússtjórnarkennaraskólann sem var 3,5 ár og þegar ég útskrifast þaðan þá byrjar svona kokkaferillinn. Þá réði ég mig á Hótel Eddu sem kannski flokkast undir Icelandair Hótel í dag, ég veit það ekki. Hvar var það? Það var ferðaskrifstofa ríkisins sem var með Eddu hótelin á sumrin og þetta var á Laugarvatni í menntaskólanum. En sumar áður hafði ég verið þar sem nemandi í Hússtjórnarkennaraskólanum. Þá vorum við með námskeið og lærðum garðyrki og skrift og framsögn og
var segir mögulegt. ekki? Jú, Lærðu allt þetta? já, já. En þetta svo, ekki ert þú með skrift og framsögn með þínum nemyndum eða hvað? Nei, en kannski þyrfti það. Hvernig erum við að undirbúa unga fólki í framtíðina? Ég held að við séum að undirbúa það alveg ágætlega. Já. Það er svo margt í boði, það er kannski erfitt fyrir marga að ákveða sig, en það eru ansi margar leiðir opnar. Þetta hefur breyst alveg gríðarlega. Já, Það var bara ein leið Já. þegar þú ert ung kona, Já. það er í gegnum landspróf, já, til þess að komast í framhaldsnám. já. Ef þú ætlaðir í menntaskóla þá þurftur að fara í landspróf og klára stúdentspróf og fara síðan þá í háskólana. Já. Það lá beint við. Já. Ef þú hafðir ekki hugsað þér þessa leið, þá var alls konar iðnnám eða sér skólar sem voru þá. Já. Það var sjómannaskólinn og vélstjórnarskólinn og allt mögulegt til stráka. Og iðnskólinn Og með iðnskólinn með allar sínar greinar. Já. En það var fyrst og fremst kennari, hjúkrun eða leikskólakennari. Já, og svo þessar... Og svo inngreinarnar fyrir stelpur, hárgreiðsla og snirtifræði og ýmislegt. Já. Já. En þetta er líka bara svo mjög góð menntun. Já. Og það að geta gert eitthvað með höndunum og huganum, það skiptir máli. Stundum er sagt að ungt fólk og kannski ekki síst strákar kunni voða lítið, smíða eða skrúfa eða eitthvað þess aftar. Já, í dag, þetta hefur breyst. Þetta er svo ólíkt því sem var þegar við vorum að alast upp að þá fengu krakkar að vera allstað með. Byrjaði þú snemma að vinna? Já, ég byrjaði snemma. Það var nú bara algilt á Húsavík. Þá, ég fór að stokka þegar ég var 7 ára. Stokka línu? Já, það var svo óskaplega skemmtilegt. Þetta var svo mikill félagsskapur. Já. Svo fengu margir að fara og ég fór líka í aðgerðina. Þar vorum við að hengja upp skreið og taka þátt í saltfiskvinnslu og fékkst laun? Náttúrulega alltaf laun. Já. Síðan þegar ég er 16 ára og er að útskrifast úr eða klára 9. bekkin sem við segjum í dag, þá fekk ég vinna á sýsluskrifstofunni hjá Jóhanni Skaptasyni, sýslumanni. Já. Hann hringdi heim og spurðist nú fyrir, vissi að það voru 2 dætur á heimilinu. Já. Svo eldri var búin að ráða sig á pósthúsið, en hann vissi það að ég hefði lært vélritun í valgrein og var með ritvél heima sem föðurbróðir minn átti og eiginlega vildi endilega við lærðum á systur. Honum fannst það atriði. Og út á þetta bauðst mér þessi vinna. Hér er hérna mynd af fjölskyldunni. Segðu mér svolítið deili á þessu fólki. Já, þarna er nú mynd sem var tekin af okkur. Þetta er falleg mynd. Óli Páll Kristjánsson sem var ljósmyndari á Húsavík tók þessa mynd. Og blaðaljósmyndari? Já. Hann var mjög flinkur held ég. Móðir mín er Kristbjörg Héðinsdóttir frá Húsavík og faðir minn er Stefán Pétur Sigurjónsson frá Heiðarbót í Reykjahverfi. Og svo eru hérna systkinin í aldursröð, það er Helga sem býr á Húsavík. Hún fór aftur í fóstruskólan og var skólastjóri leikskóla á Húsavík. Og svo er ég hérna næst henni. Svo kemur Héðinn sem er 2 árum yngri en ég. Og hann var stöðvarstjóri hér á Laxárvirkjun og fór síðan og var við Sogsvirkjanir. Vélstjóri? Já, og var yfir þar. Og svo kemur Sigurjón Pétur, hann er yngstur, hann er 7 árum yngri en ég. Og hann fór líka í vélskólan eins og eldri bróðurinn. Og hann starfar sem sölumaður, hann vinnur mikið við vélar og selur JCB vélar af öllu tagi út allt land. Maðurinn þinn, hver er hann? Hann heitir Haukur Tryggvason. Og hann er fæddur og uppalinn á Laugabóli í Reykjadal. Þú ferð ekki langt? Nei, ég kom norður til að kenna hérna haustið 1969. Þá nýútskrifaður kennari. Og það er náttúrulega bara ekkert að spyrja því þegar Ásti gripur úlingana, þá bara gerðist þetta. Og hann var bóndi og er svona núna bara með nokkrar kindur svona ganni. Svona hobbybóndi? Já. Hvað eigið mörg börn? Við eigum 4 börn. Já.
Eru þau í húsmæðrastjórnunni eða bændamennsku? Nei, þau svo elsta fór nú í viðskiptafræði en hún hefur starfað sem flugfreyja hjá Icelandair ansi lengi. Já. Og sonurinn býr í Bandaríkjunum og hann er tölvunarfræðingur, eitthvað með meiru. Og þar á hann konu og barn. Íslenska konu og íslenskan son. Já. Og síðan hún heitir Heiðrún, svo elsta, og hann heitir Hilmar. Svo kemur Unnu Björk og hún fór í kennararnám. Já, eins og mamma. Og tók handavinnudeildina sem var. Og hún starfaði sem flugfreyja líka. Hún var komin í sumarstarf þegar hún var að ljúka kennaranámi, þannig að þetta er draumurinn hjá þeim. Og svo yngsta fór nú lengri leiðina, hún tók BS-prófi í verkfræði og starfaði aðeins við sitt fag, en lét svo gamlan draum rætast og kláraði læknisfræði. Þú segir ekki? Jú, og hún býr með fjölskyldu sinni hér á Akureyri og er á réttri hillu. Hún er að ljúka kandidatsárinu núna með öllu þessu. Verkfræðingur og læknir? Já. Þetta er nú hressilegt í háskólanámi. Já, já. Það er örugglega gott að hafa 2 gráður. Já, það hlýtur að vera. Er þetta... Þetta er ég með frumburðinn. Þannig er ég 23 ára. Já. Og það er Heiðrún, elsta barnið, sem er hérna með mér. Já. Svona það er svo ýmislegt sem ég mætti nú oftar að spyrja í sambandi við þetta saman, en mér langar til að koma með þér á vinnustæðir. Ertu til í það? Já, það er bara meira en velkomið. En fyrst ætla ég að biðja þig að sýna mér hlutin sem þú ætlaðir að sýna mér, sem þú hefur upp á halda. Já, það var nú svona spurning, hvað á ég að koma með? Mér datt í hug hlutur sem að ég á. Já. Og það er skírnarkjóll. Já. Sem ég saumaði í Hússtjórnarskóla Reykjavíkur, af því ég var nú að tala um að... Já, hvað ertu þá ung? Þá er ég 17 ára. Já. Ég er 17-18 ára þennan vetur og saumaði þennan skírnarkjól. Það gerði þar saumastúlkur. Já. Það var ekki það þú ætti vona að barni en er svoleiðis? Nei. Það var bara, þetta var bara praktist að eiga þetta. Hvaða ári er þetta, segirðu? Þetta er 1965 til 6. Það er svolítið síðan. Já, það er aðeins síðan. Já. Og það eru mörg börn sem hafa verið skýrð í þessu? Já, mín börn og barnabörn. Já. Og kannski fleiri eða hvað? Nei, þetta er eiginlega bara svona nánasti ættargripur. Já. Heyrðu, nú skulum við drífa okkur í vinnuna. Og ljúkum spjallinu, en það er eitt hérna á undan. Það er eitt hérna á undan, skal ég segja þið, minn kæra. Nú. Þá þarf ég bara að gera svona. Og já, takk fyrir. Jæja, Hjördís, hérna ertu á heimavelli. Já, já. Segðu mér svolítið. Nú erum við hér í kokkaeldhúsinu sem við kallum, eða veitingahúsaeldhúsinu. Já. Með svona öllum helstu græjum sem að eru notuð. Og hér eru náttúrulega þessar gömlu stiftuhellurnar. Já, og gas. Og svo gas. Já. Og munurinn á þessu? Gasið er náttúrulega mjög fljótvirkt. Já, það er það sem er aðalega. Já, og mjög skemmtilegt að vinna á gasi. Já. En sko, svo maður sér það þegar maður kemur sko að það er ofn. Þetta er svona eins og við hverja stöð. Þetta er svona atvinnumanna ofn. Já, þetta er atvinnumanna eldhús. Já. Svo kemur hérna eins og við kallum hótellínu eða eitthvað svoleiðis. Við erum hérna með mjög góðan ofn sem er sjálfhreinsandi. Já. Við erum bara með tæki sem við setjum hér inn og þá er ofnin alltaf eins og nýr. Já. Og hægt að gera allt hugsanlegt hérna í ofninu. Við erum hérna með hérna steikarpannu. Og við erum með grill og djúpstekingapotta, salamander, hitaskáp. Hvað er salamander? Það er svona grill. Þú getur hitað á diski, eða sett hérna og klárað. Þetta er bara svona grill. Já. Heyrðu, hérna, áður en ég kom og hitti þig hér, þá var það lagið.
lagið ættað austanað. Já, ég hef ákveðið að velja mér lagið Dalurinn minn eftir Friðrik Jónsson, frænda minn frá Halldórsstöðum í Reykjadal. Fikka sem að ansi margir þekkja sem betur fer. Hann á svo mikið af fallegum lögum. Hann kenndi hjá mér söng þegar ég var skólastjóri í Húsmæðraskólanum á Laugum. Kenndirðu söng, léstu kenna söng það? Já, það var allt svo menningarlegt. Og ég byrjaði ung í kirkjukór Húsavíkur, en það eru akkurat kirkjukórin sem syngur þetta lag. Og þar nú ennþá vinir mínir og vinkonur frá því gamla daga. Og Baldur Baldvinsson frá Rangá, frændi minn og æskuvinur, hann giftur æsku vinkonu minni. Já. Þannig ég hugsaði með mér það væri ekkert annað sem ætti betur við núna. En Hjördís, maður getur nú ímyndað sér það sem að þú ert að kenna ungu fólki, svona hluti. Hvernig með börnin þín og barnabörnin? Áttu ekki barnabörn? Jú. Hvað segir það? Amma alltaf að þrífa? Nei, amma alveg frábær í eldhúsinu finnst þeim. Já. Og það svo gaman að vera hjá mér. Já. Og fá að hjálpa til. Hvað áttu mörg barnabörn? Ég á 7 barnabörn. Já. Við áttum nú bara 2 fyrst framan af. Strák og stelpu, strák sem bara 12 ára núna þessar myndir og 9 ára stelpu. Síðan komu 5 strákar og sá elsti af þeim rétt orðinn 4 ára og 2 yngstu 1 árs. Allt strákar. Já. Þannig að það bara 1 ömmu stelpa og 6 strákar. Hvað þykir þeim best að fá þegar þau koma til ömmu? Hvað vilja þau helst? Það nú fiskibólur. Þykir þeim nú mjög góðar. Já. Heima tilbúna fiskibólur náttúrulega. Og reyndar kjöt í karrí. Þeim finnst það mjög gott. Karrísóslan finnst þeim svo góð. Já. Kjöt í karrí? Já, það mjög vinsælt. Það var vinsælt þegar ég var strákur. Já, en þetta kemur alltaf aftur, gestur. Það bara þannig. Já, þetta stendur sér. Já, og börnin mín elda kjöt í karrí. Já. Og þau öll duglega að bjarga sér. Og makar þeirra líka. Þannig ég hef engar áhyggjur af eldamennskunni hjá þeim. Nei. Það bara gaman að borða hjá þeim. Já, gaman að borða. Já. Hjördís, það var líka gaman að spjalla við þig. Og gaman að fá að koma til þín í vinnuna. Ég þakka þig kærlega fyrir. Þakka þig sömuleiðis. Og gangi vel og njóttu vinnunar. Takk. Sér hver hrist og steinar til mín tala, tún og engi geyma barnsins spor. Þarna kaus ég aldur minn að ala, í áttögum við fuglasöng og vor. Þó stundum blási svart sund og vora, og sumir